Stórhöfða 37. Já, komið í sæl. Hún kröpplægðin sem að stjórna veðrinu hjá okkur akkurat í þessu augnabliki og við sjáum að háti að þá var hún nánast yfir miðju í landi og hefur svona verið að stefna norður og bóginn þar sem að hún mun nú staldra við og víða úrkoma í tengslum við þessa lægð og við sjáum þetta betur ef við keyrum hreyfimyndina á stað að hún fikrar sig hér aðeins til norðurs. Áttin verður svona norðvestlæg eða norðlæg hjá okkur smá saman. En lægðin tekur svo að grínast þegar líður á morgundaginn og það þýðir náttúrulega að það bæði gefur eftir vindurinn hjá okkur og svo dregur smá saman úr úrkomunni þegar líður á morgundaginn. En það nú svona verið sæmilega milt hjá okkur undanförnu og til marks það þá hefur nú ekki verið að mæla snætufrost á láglendi og eiginlega ekki til fjalla heldur undanfarna daga og en það nú víst að breytast hjá okkur ef við skoðum svona hitafarið þá sjáum við að þegar þessi norðlæga átt kemur hér inn þá dregur hún inn kalt loft og því viðbúið að við fáum næturfrost víða og jafnvel frost til fjalla að deginum til. En aðeins svona yfir þessa megin þætti þá við erum með viðvaranir í gildi nú þegar klukkan 18 það þessi töluvert mikil úrkomi í þessu á norðvesturhorninu þannig að það úrkomi við vorum fyrir Vestfirði og Strandir og Norðurland vestra. Rigning fyrst sinn en við sjáum þegar við keyrum hreyfimyndina af stað þá birtast hér hríðarviðvaranir og það miðast þá að fjallvegum þar sem að það getur byrjað að bæði að gera slitu eða snjókomu og jafnvel að skafa þar sem vindur það mikill. Þessar úrkomur, þessar viðvaranir, það tínað síðan tölunni smá saman á Vestfjörðum í fyrramálið og seinni partinn þá á Norðurlandi vestra og síðasta viðvörun dettur úr gildi þar klukkan 10 annað kvöld og við sjáum annað kvöld og þá norður svona hæglætis veður víðast hvar á landinu nema hér á norðausturhorninu þar sem enn verður einhver úrkoma og strekkingsvindur í þessu. En hvað var það þá stöðunni í fyrramálið þá sjáum við að það í klukkan 8 þá enn hríðaviðvörun á Vestfjörðum hún dettur úr gildi klukkan 10 í fyrramálið en hvað var það Strandur og Norðurland vestra, þar búist við að rigni duglega fram yfir hádegi, rigningaviðvörun dettur þá úr gildi klukkan 15 en hríðaviðvörun hún mun vara fram á kvöld eins og áður sagði. Við sjáum að það dálítið beittur vindur í þessu, getur jafnvel stöðum staðar verið allhvass eða hvass og jafnvel slegið í storminn þar sem að svona varasami vindstrengir myndast í þessu og víða talsverð úrkomi í þessu fyrir norðan bjartara sunnan til og svo sjáum við það svona sljákkan og á vindasviðinu smá saman þegar líður á daginn og það tekur nú svona aðlétta til. Klukkan 16 á morgun og þá enn hríðaviðvörun í gildi á Norðurlandi vestra. Annars staðar aðra viðvaranir þá dottnar í gildi og svo heldur hún svona smá saman að slaka á varðar vind og úrkomu fram til kvölds. Og við sjáum það þá á 15. morgun að það verður nú svona pollrólegt veður svona víðast hvar á landinu ef frá talið svona norðurströndin þar verður norðvestlæg vestlæg átt og hún getur alveg verið að ná yfir 10 metra á sekúndu þar og eitthvað og úrkomu getur gætt þar á Annesjum sem og svona á stöku stað inn til landsins bjart veður að öðru leyti en norðanáttin verður síðan svona meira ágengari þegar líður á fimmtudaginn og heldurinn áfram dálítið að vaksa þegar líður á fimmtudag og aðfaranótt föstudags og henni mun fylgja úrkoma norðan til á landinu þá slíta eða snjókoma til fjalla en væntanlega regnir þó á láglendi og áfram yfir á föstudaginn og þá sjáum að það getur verið talsverð úrkoma í þessu jafnvel og en öllu betri staða kannski sunnan til á landinu og smá saman á föstudagskvöld aðfaranótt laugardags þá gengur nú þessi norðan átt niður og jafnvel strax síðdegis á laugardaginn þá verður komin lægð upp að landi hér úr suðvestri á með nokkuð snarpa suðaustanátt og undan sér og talsverð úrkomu þegar skilin koma inn á land. Þannig að það svona kannski varðandi svona næsta sólarhringinn þá svona fyrst og fremst þeir sem hyggjast ferðast eitthvað norður í land og þurfa að fara yfir heiða þar þurfa að taka mið af því að það getur spilst færð á fjallvegum
en að öðru leyti þá verðum við nú bara að bíða eftir því að þessi vestlæga eða norðvestlæga átt gangi niður á morgun. Sem þetta gott að veðri bili, verið sæl.